Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta sem í öllu sínu veldi, eða þannig, á Ljósanótt 2016. Veðurguðirnir í stuði, tugþúsundir gesta í miklu stuði og dagskráin gríðarlega fjölbreytt. Við ætlum að sýna ykkur örlítið brot frá Ljósanótt 2016. Árið 1966 var blússandi uppsveifla bæði á Íslandi og annar staðar. Við höfðum upplifað, við erum fyrsta kynslóðin sem að flest okkar sveltum ekki. Það voru næg tækifæri, það var vöxtur alls staðar. Þetta þýddi fyrir okkur hér í Keflavík og það kannski fyrir ykkur sem ekki eru alin hér upp, að þá vorum við í miklu návíði Kanana. Í hverju einustu sem var náttúrulega hafði heilmikið að segja fyrir okkur. Við upplifðum stöðugan vöxt, við upplifðum friðartíma, við upplifðum, og við vorum reyndar mjög stór árgangur vegna þess að foreldrar okkar höfðu verið svo glaðir þegar við erum til að þeir bjuggu til ná af okkur. Þannig en það þegar við sátum á skólabekknum og þá fóru orrustuflugvélarnir yfir og kennararnir urðu að þagna á meðan, en við vorum líka einu krakkarnir á landinu sem að gátum borða kananammi, skildum ensku nokkuð vel og höfðum flest í fjölskyldum okkar ykkur enskumælandi. Árið 66 var gott ár. Árið 66 og sá áratugur framundan mótaði okkur og þess vegna erum við líka fyrsta kynslóðin sem að núna horfir allt öðruvísi á framtíðina heldur nokkur önnur kynslóð hefur gert áður. Við stöndum í skrefunum, við stöndum og krossgötum að því leyti til að nú að eiga sér stað ákveðin iðnbylting þar sem að við lifum miklu mun lengur. Við verðum mjög fjölmenn eftir 20 ár. Við verðum mjög fjölmenn eftir 40 ár hér í göngunni. Vegna þess að langlífi að aukast og það þýðir að við höfum tækifæri sem að aldrei áður hafa blasað við fólki og okkar aldri. Það sagt á enskunni að því að við erum hérna í Keflavík og ætla ég að sletta. Það sagt að 60 is the new 40. Það náttúrulega 50 is the new 30. Valgerður Guðmundsdóttir menningarfulltrúi og árlega 80s frá árgangi 66, 50 ára í ár.
Þetta var nú svolítið skemmtileg ræði, og hérna, er þetta það sem að þú upplifir svona Keflavík í huganum? Við vorum algjöru snillingar hérna. Já, við erum algjöru snillingar, ekki vorum. Og erum. Ef að þú hugsar um það, þá er hérna sá tími sem við upplifðum, mín kynslóð, okkar kynslóð, var náttúrulega einstakur í Íslandssöguna mörguleyti. Það er svo þessi mikli vöxtur, þetta mikla nálægð við hérna Keflavíkurflugvöllinn sem að stundum var það þannig að það var svona ákveðin skömm yfir því. En ef að við hugsum það, þá náttúrulega opnaði það heiminn fyrir okkur á máta sem að engin annar hafði tækifæri til þess að kannski upplifa á þeim tíma. Hefur þið tekið eftir því kannski núna að núna er ferðaþjónustan að blómstra gríðarlega mikið og hún er að njóta þess að geta nota svolítið af þessu húsnæði og svona aðföngum hann frá? Svona er lífið, svona er lífið. Svona, þetta er nákvæmlega eins og hlutirnir eru, að eitthvað kemur í staðinn fyrir það gamla. Og tímabilið þegar fólk er kannski að fara í gegnum krísuna, þá upplifir þetta sem eitthvað sem er vandamál, en svo sér það tækifærin. Og þannig er það bara með lífið. Ljósanótt er mikið tækifæri fyrir íbúa Reykjanesbæjar, Valgerður. Já, ekki spurning. Og ekki bara til þess að gleðjast og skemmta sjálfum sér, heldur líka til þess að sýna náunganum og vera vinir. Og þegar við fáum svona gott veður eins og í dag, þá er þetta náttúrulega bara yndislegt. Þú sagðir fyrir þessa ljósanótt að markmiðið væri með hátíðinni að fá sem flesta bæjarbúa eða fólk hér á svæðinu til að taka þátt. Nákvæmlega, og ekki bara til þess að mæta, ekki til þess að vera þannig þáttakandi, heldur til þess að taka þátt á sem virkan þátt, og með árunum er þetta orðið þannig að við sem höfum verið í skipulagningunni og framkvæmdastjórninni, ég held að það endi með því að við getum bara að fara að naga blýanta, því að þetta er alltaf hvor gerast bara sjálfu sér. Árelía, hvernig upplifir þú ljósanótt? Hefurðu verið að mæta undanfarin ára eitthvað? Já, ég reyni, sko það var á tímabili sem ég lenti alltaf við því að vera að kenna þessa helgi. Ég var að kenna í MBA-náminu upp í Viðskiptadeild Háskóla Íslands og ég lenti bara í því að vera að kenna. Þá kom ég yfirleitt eftir kennslu, svona 6-leytið, en ég saknaði þess alltaf að við getum ekki tekið þátt í árgangagöngunni. Þetta er bara mesta snilldarhugmynd sem að ég veit um. Það er sem sagt að geta komið, fundið sinn árgang, labba með honum hingað. Það er bara algjör stemming í því vegna þess að maður gengur á sínu fólki og segir halló við þá sem kannski maður hefur ekki séð í einhvern langan tíma, þannig að ég reyna að koma á hverju einasta ári og er mjög fegin að ég var að losa mig við þessa kennslu sem var alltaf á þessari helgi. Sammála þessu Valgerður með gönguna? Árgangagangan er náttúrulega bara algjör snill og ég skil bara ekkert í öðrum bæjarfélögum að vera ekki löngu búin að apa þetta upp, því að það er nú verið að apa annað sem vitlausara er. Já, við erum hérna í árlegri súpu, kjötsúpu frá Skólamat. Við ætlum aðeins að reyna að kíkja betur á hana hérna. Það er mikið stuð og stemming hérna á bæjarstjórnarbandið er að spila. Þannig að við ætlum að kíkja aðeins, komið. Strákar, þið eru í beinni útsendingu með þessa kjötsúpu hérna. Hvernig er hún? Bara meira, þetta góð. Það? Já. Hefur ekki smakkað hana? Jú, ég var að klára eina. Ég bara varð að vera búinn að smakka áður ég kæmi til ykkar. Já, ok. Þetta er sammála? Þetta er bara eins og hjá mömmu. Ég er þetta hjá mömmu? Mömmu heitinni, já. Það spyr ég Axel-ægi. Spyr Axel-ægi hvaða uppskrift hann er með. Kannski er hann með uppskriftina hann mömmuðina. Það getur verið, ekki ólíklegt. Þetta er alveg snildi á honum. En hvað, slepptu þið þá að grilla? Já, reyndar. Fekkum við bara 2 bauka og skrapp hérna niður til. Þetta er góð. Alveg einstaklega gott. Og góð stemming hérna í þessu fína veðri. Já, alveg frábært. Ertu búinn að fá þér súpu sjá? Ég er búinn að fá, þannig að ég ætla að afþakka það. Ég fékk mér hádegin. Fékkst þér í hádegin? Já. Ertu ekki þannig söng síðan? Nei, ég fæ mér eftir smá, þegar ég er búinn að skammta. Það var einn hérna sem sagði mér að þetta væri uppskriftin hennar mömmu. Já, einn sagði mömmu. Hvaða uppskrift er þetta? Vitið þið það? Það er spurning, hvar hernaði leyndarmálið er? Hvar er Axel? Hann er í Axel er að fulla skammta, hann er að vinna fyrir kaupinu núna sko. Er einhverju leyndardómar á bak við það að gera góða kjötsúpu? Já, leyndardómurinn er sá að að breyti ekki út af venjunni. Hafa hann alltaf eins. Ef þú gerir þetta alltaf eins, þá venst fólki á þetta bragð og til lengri tíma litið þá verður þetta bara alltaf betra og betra. Er þetta svona eitt skemmtilegasta verkefni sem að þú
sinnir. Páll, ég verð að segja það, þetta það. Þetta rosalega gaman að geta gefið svona mörgum að borða í einu. Hvað heldur það séu að gefa mörgum hérna í kvöld? Já, í kvöld þetta, gæti ég trúa svona 5.000 skammta pluss mínus. Það hefur oft verið margt á ljósanótt hjá okkur, en ég held að þetta sé fjölmennasta. En það gerðum við líka ráð fyrir því. Veðrið hefur sitt að segja, gjörðu svo vel. Og þannig að þetta bara rosalega gaman. Ég mun aldrei mást Mættumst ekki lýsi ykkar við Vegna ykkar andan glaður dreif Saklaus hlátur hlýr sem gætir ger Sá hamingjunar blóma ber Nærveran svo notaleg og hlý Klaufaðinu kennt svo góð og ný Sem í ást Ég mun aldrei mást Sem í ást Ég mun aldrei mást Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Traustar og öruggar samgöngur eru lykilatriði í velgengni samfélagsins og okkar. Við búum á eyju í miðju Atlantshafi og höfum alltaf verið háð góðum samgöngum. Nú eru flugsamgöngur stór hluti af tilveru okkar og á stóru svæði eru þær háðar þjónustu okkar. Starfsemi Isavia fer að miklu leyti fram án þess að þú takir eftir henni og þannig á það að vera. Við rekum flugvelli sem tengja landshlutana og tengja landið heiminum. Við stýrum flugumferð í einu stærsta flugstjórnarsvæði heims sem tengir 3 heimsálfur, Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku og tryggjum að 30 milljónir ferðalanga komist leiðar sinnar á hverju ári. Isavia, hluti af góðu ferðalagi. Við erum hérna hjá Írisi Rós Söring. Hvað getur þú sagt okkur þessa sýningu? Sýningin heitir Mín eigin jörð og ég að vinna með svona jarðir sem sagt og
hugsa svona hverja jörð fyrir sig þegar ég er að hanna hana. Ég vinn með þetta einfalda form, þannig get ég leikið mér að því að gera alls konar mismunandi áferðir á hverja eina. Og til dæmis hérna eru hérna þrestirnir mínir. Ég er sem sagt Þrastardóttir og á lítinn þröst og frænda sem heitir Þröst og þannig að þetta eru sem sagt mínir þrestir á minni jörð. Og hérna er önnur jörð sem heitir Hvað er undir lóninu og er ég þar svolítið að vitna í Bláa lóninu. Þegar ég var í Bláa lóninu þá var ég að spá í hvað þetta hvíta ofan í lóninu væri og þannig kom þessi jörð. Skemmtilegt að vera með Bláa lónið þetta. Já. Síðan er hérna, Palli var einn í heiminum. Já, heyrðu, ég var ekki að kíkja á hann. Jú. Það er á Væluvegi. Hérna Palli var einn í heiminum og öll eru við einhvern tímann Palli einn í heiminum. Akkur er hann að þvælast á neitt? Hann gæti ekki annað? Nei, hann gæti ekki annað. Hann er einn á þessari jörð. Síðan er hérna næsta jörð. Það er sem sagt mín litríka jörð. Og þá er ég að vitna í litríka, bæði hún svona glansandi og síðan er hún með svona bleiku hérna, svona litríka. Síðan er hérna önnur jörð og þessi eru gullfiskar á hafsbotni og þá er ég að vitna í það að við eigum mikið gull á hafsbotni í fiskbánum okkar. Já. En hvað getur þú svona sagt okkur, svona, ef við snúum okkur aðeins að þér, hvað er það mikil vinna hefur? Þetta er mikil vinna. Ég er reyndar í hálfri vinnu í Blóðbankanum og síðan er ég í þessu og vinn sem sagt framleiði líka smávöru sem ég er að selja í rammagerðinni, bæði í nýjubúinu á Skólavörðustígnum og í flugstöðinni. Þú ert í flokknum brottfluttur Suðurnesjamaður eða Keflvíkingur? Já. Hvernig er að koma á Ljósanótt? Jú, það er æðislegt. Ég kem alltaf á Ljósanótt og ég er alltaf svona Keflvíkingur í mér. Og já. Hvernig er viðbrögðin búin að vera á sýningunni? Rosalega góð, alveg rosalega góð. Þannig að þetta er skemmtilegt? Já, þetta er skemmtilegt. Ég bara þakka öllum æðislega vel fyrir að koma. Og við þökkum þér fyrir sýninguna. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Takk. máli bara sem flestir eigi svona bíl? Jú, það er bara alveg nákvæmlega máli. Þetta er mjög einfalt. Ekki mála að við bara semjum við verksmiðjuna, látum framleiða 100.000 bíla og verðum ríkir? Nei, svona kannski... Það gengur ekki? Það er ekki góð hugmynd? Nei, það verður að vera færri. Annars verður þetta bara, sko, bara ordinæri. Þetta ánefnilega ekki að vera ordinæri. Ég til ég að setja hann í gang. Fyrir okkur bara? Ég get gert það. Vilt þú ekki setja hann í gang? Smá hljóð, jú. Þú mátt setja hann í gang. Hann er lykillinn í gang. Og hvernig er feelingin að vera sestur borði í svona 69 GT500? Þetta er 69? Já. Já, ég ætla að prófa að setja hann í gang. Má við það? Já, gjör svo vel. Nún er hann góðinn í gang, sko. Þetta er svona gamall feeling. Já, þetta er svona nostalgía. Pínlítið nostalgía. Þetta er skemmtilegt vélarhljóð. Já. Laugi, passaði? Þetta er ljótt. Hvað erum við að tala um stóra vél í þessu? Hún er 428 rúmtommur. Já. Það fer með mann svolítið hratt, eða ekki?
Ég hef komist míluna upp í tæplega 170 km hraða, já. Já. En ég bara dead slow miðað við nýju bílana. Hvað það sem fær menn til þess að eiga svona bíla? Hvað er þetta bara bíladelda? Þetta bíladelda. Ég sá svona bíl 1974 sem bandarískur hermaður kom hérna. Og ég hugsaði, mér langar einhvern tímann að eigna svona bíl. Og það endaði að ég fann svona bíl sem ég gat keypt og hann búinn að vera hér í 10 ár. Og hvernig fannst það? Var það ekki smá ævintýri? Já, það svona word of mouth. Það hérna góður kunningi minn sem benti mér á hann. Ok. Og kostar þetta mikið? Nei. Nei, ekkert svo mikið? Nei, ekkert þannig. Nei. Já, ég keypti hann hérna rétt fyrir þetta fræga hrun. Já. Ég held að það sé betur að hafa eitt í þetta heldur en að kaupa sér hlutabréf. Já. Ég gat allavega rúndað. Já. Hvar hefur hann mikið? Ég búinn að keyra núna 4000 mílur á 10 árum. Það eru 400 mílur á meðaltal ári. Er eitthvað ástæða fyrir því að hreyfur hann ekki meira? Þetta á að vera, sko, þetta punt. Já, ég keyra náttúrulega ekki á veturnar og þetta svona sparibíll. Ertu að bóna hann einu sinni í mánuði? Einu sinni í viku? Ég fer oft út í skúr bara til að horfa á hann. Já. Ég stunda viðhaldið í skúrnum. Já, já. Það sem sagt, konan sáttari við það. Já, já. Að það sé í skúrnum. Alveg sáttari. En þetta svona eins og maður segir samt exclusive, þetta exclusive bíll. Þetta mjög fáir svona til. Þessi einn af 1546 sem voru framleiddir. Já. Og ef við förum, sko núna dellan að koma, sko. Og hann einn af 170 með þennan mótor sem í þessu bíl, Super Cobra Jet heitir hann. Og einn af 58 sem blár og hvítur, þannig að við getum haldið áfram. Einn af Íslandi, eða eru fleiri svona Íslandi? Einn í 69, það voru hérna 5 samtals, en núna hafa 2 verið seldir úr landi, þannig að við erum 3. Leikur að orðum verður ljóð mitt handa þér. Logandi sjónurðu innst í huga mér. Walking in the sun, I gave my heart in singing lovely tunes about the love that
þökkum fyrir áhrifið. Viljum við minna ykkur á að það líka mjög mikið spennandi efni í blaði vikunar, skemmtilegt efni hérna og þaðan frá Suðurnesjum eins og í þættinum. Og alla daga vikunar á víkurfréttavefnum www.ff.is. Og minnum ykkur líka á að þeir sem hafi áhuga á golfi, þá erum við að fjalla golf alla daga vikunar og ársins á kylfingur.is. En þið getur líka nálgast blaðið okkar á vefnum okkar og séð eldri þætti sjónvarps víkurfrétta á vefnum okkar www.ff.is og horta á hann í símanum eða öllum þessum snjalltækjum sem þið eigi. En við verðum á ferðinni aftur eftir viku en þökkum fyrir okkur að þessu sinni. Sjáumst síðar, verið sæl.